sé ekki þetta. Ég les bara á skjá. Jæja, beða starfsfólk að koma sér á sína staði. Við ætlum að fara að byrja bráðum í bekknum. Hvað heitir hún svo? Bara Dagmar? Ok, herru, ég hef það í huga, allavega. Fyrir ekki, ég þekki ekki 100 manns utan. Fyrstu tönn illa? Ég skal sýna þér. Sko, það hefur verið gert við þetta áður. En hérna, þannig að þetta var í rauninni bara... Gerðu þetta hérna? Nei, þetta var... ég braut mína þegar ég var 30. Aha. Þeir hérna var að setja svona... Þeir var að setja bara kækana upp og setja svona hulsum í. Við var bara fylling sko, það virkaði. Var einhvers til þessu? Já. Sko, þetta er fyrir starfsfólk, sko. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Margréti Valdimarsdóttur og stöngin er ekki klár á palli 1. Alls ekki klár. Herru, henni er til að fá kubban undir. Herru, við byrjum ítum aðeins á pásu á tímanum. En smá. Allir konur á sín stað. Kubbanir og kemandi. Og hvernig er staðan á palli 1? Vantar dómara. Og það, þið miður ykkur tæknikalli hjá henni Margréti. Þannig við fáum á smá riði fólki, við erum að koma okkur í gang. Stöngin. Ok, herru, við komum þeim orðum hérna til þjálfara og keppenda. Við getum ekki séð hvort það sé að vera box eða ekki undir fólki, ég veit ekki alveg af hverju, en sem er. Og hérna, stöngin er klár fyrir Bríði Eiríksdóttur, 45 kíló. Hún var með góða barð á hann í beigunni. Og stöngin er klár fyrir Helínu Björk, 37,5 kíló. Oh my god. Það lítur mjög vel út hjá henni Bríði og 3 hvít ljós, glæsilegt fyrir hjá Bríði. Helín allar er 37,5 kíló. Og hvað segja dómarar á palli 1? Stöngin er klár á palli 2, 45 kíló fyrir Andi Rún. Og það er góð og gild lyfta við Helínu Björk, 3 hvít ljós. Fyrir Dagmar Agnarsdóttur fáum við 40 kíló á stöngina. Skilst hún heiti ekki Sigríður Dagmar, en mér er svolítið gaman svona að henda nýju nafni á fólk. Miklu öryggi hérna hjá henni Anítu, hvað segja dómarar við þessu? Og stöngin er klár á palli 1, 3 hvít ljós og Anítu á palli 2. Það er nú Dagmar Agnarsdóttir sem ætlar í 40 kílóin. Sunna Snædal Jónsdóttir ætlar í 45 kíló á palli 2. Sunna heldur betur í gír, bara komin inn á pallin á undan stangamönnum. Stöngin er klár fyrir Sunnu.
Og hvað segja dómarar við lyftunni á damar? Þetta lít mjög vel út frá mínu sjónarhorni og það eru 3 hvít ljós. Glæsilegt hjá henni Sunnu. Hvað segja dómarar? 3 hvít. Það er 40 kíló áfram á stöngin á pall 1. Það er Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir. Stöngin. Við fáum 52,5 kíló á palli 2 fyrir Sigri Andersen. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur. Þurfum að gera smá töf hérna. Það er verið að nota pallin á hinum pallinum sem að búkana hérna undir. Þannig að leið og Hildur klárar. Og Hildur skilar, hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós og pallarnir eru lausir. Pallarnir eru lausir. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigri Andersen, 52,5 kíló. Heiðrún Frímannsdóttir allar í 50 kíló á palli 1. Minna stangamenn á að snúa plötunum inn. Sigurður var með gott mót hérna í beigjunni. Hvernig gengur hún í bekknum? Ok, hvað segja dómarar við þessu? Því miður ógilt, skilaði held ég aðeins á undan. Hver er staðan á palli 1? Það er verið að bíft í búkunum. Og stöngin er klár á palli 1, Heiðrún Frímannsdóttir, 50 kíló. Og það er 55 kíló á palli 2 fyrir Ólöfu Rós Káradóttur. Stöngin er klár á palli 2. Ólöf Rós Káradóttir, 55 kíló. Hvað segja dómarar á palli 1? Hvernig gekk þetta á Heiðrúnu? Leit vel út hérna frá. 3 hvít ljós, glæsilegt. Ólöf Rós kemur sér fyrir og við fáum 50 kíló á stöngina fyrir Birna Ómarsdóttir á palli 1. Birna Berstaki segir Helgi, stöngin er klára á palli 1 fyrir Birna Ómarsdóttur. Hvernig gekk hjá Ólöfu? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum 55 kílum áfram á stönginu, þannig Kristín Jóhannesdóttir á palli 2. Stöngin er klár á palli 2. Kristín Jóhannesdóttir, palli 2, 55 kíló. Stöngin er klár. Takið, segir Laufey dómari og 3 hvít ljós hjá Birnu Ómarsdóttur, glæsilegt með 50 kílóin. Við fáum 50 kíló áfram á stöngin, það er Ingunn Jónsdóttir. Kristín er mætt, hún ætlar í 55 kílóin. Stöngin er klár fyrir Ingunni Jónsdóttur, 50 kíló. Birna Berstaki, segir Helgi. Hver er dómurinn? 3 hvít, glæsilegt, flott hjá henni Kristínu. Hver er dómurinn hjá Ingunni? 3 hvít þar, glæsilegt og við fáum 50 kíló á stöngina fyrir Elsu Pálsdóttur á palli 1. Við fáum 65 kíló á stöngina fyrir Laufu Kristjánsdóttur á palli 2. Stöngin er klár á palli 2, stöngin er klár á palli 1.
Elsa á palli 1, Laufi á palli 2 og það er alltaf að lyfta hrikalegum þýtum. Og hún Laufi skilar, og Elsa skilar, því miður ógilti á Laufi. Smá tæknikallir hana, en Elsa er með 3 gild, 3 hvítljós og góð og gilda lyftu. Það er hún Sigríður Sigurjónsdóttir sem er næst á palli 1 með 50 kíló og Sigríður Snorradóttir sem er næst á palli 2 með 72,5 kíló. Ég er Sigríður Friðrik Jórgsson og þetta er lyfta til Sigríðar. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Sigríður Sigurjónsdóttir. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigríður Snorradóttur. Þið getið hvatt báðar, það þarf sama nafnið, þannig að þið getið verið að hvetja allir á fullu. Áfram Sigríður, koma svo. 3 hvít ljós á Sigríði Sigurjónsdóttur. Hvernig gekk á Sigríði Snorradóttur? 3 hvít ljós, ekki að spyrja á þeir hjá Sigríðunum. Og við fáum 57,5 kíló á palli 1 á Brynhildi Lilju Björnsdóttur og við fáum 80 kíló á Þórunni Brynju Jónasdóttur á palli 2. Takk. Róbert er að skipta stöð á sjónvarpinu. Það er ekki skjáreit hér, við keyptum enga áskrift. Þetta er eitthvað sjónvarp símansdæmi held ég. Nei, þetta er okkar dæmi, ok. En herru, stöngin er klár á palli 1 fyrir Brynhildi Lilju Björnsdóttur, stöngin er klár á palli 2 fyrir Þórunni Brynju Jónasdóttur. Brynhildur ætlar í 57,5 kíló, Þórunn Brynja ætlar í 80 kíló. Byrjabest takki segja báði dómarar og þið miður ógilt hjá henni Brynhildi Lilju en mjög gilt hjá henni Þórunni Brynju. Við fáum á palli 1 57,5 kíló á stöngina, það er hún Signý Vala Sveinsdóttir og á palli 2 fáum við 82,5 kíló, það er Kolbrún Katla Jónsdóttir. Stöngin er klár á palli 1, stöngin er klár á palli 2. Signý Vala 57,5 kíló, Kolbrún Katla 82,5 kíló. Þrjúkvitt ljós á Signíu Völu. Og hvað segja dómarar hjá Kolbrúni? Þrjúkvitt líka glæsilegt. Við fáum 57,5 kíló áfram á palli 1. Það er nú Hrefna Sætran sem ætlar að lyfta þeim. Og Guðný Ásta Snorradóttir, hún ætlar í 95 kílóin á palli 2. Stöngin er klár fyrir Hrefnu Sætran, palli 1. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Guðný Ástu. Hún ætlar að fá kassa undir sig. Og það eru þrjúkvitt ljós á Hrefnu, glæsilegt hjá henni. Og við fáum á palli 1 60 kíló. Stöngin er klár fyrir Guðný Ástu Snorradóttur, 95 kíló.
stöngin er klár. Á palli 1 fyrir Guðnýju Kristjánu Reynisdóttir, hún ætlar í 60 kílóin. Björnabjörnstæki, segir Helgi. Já, 3 kvitt hjá henni Guðnýju, glæsilegt hjá henni. Og við fáum á stöngina á palli 2 40 kíló fyrir Margréti Valdimarsdóttur. Og við biðjum stóradóms á palli 1. En næst þar er hún Ragnheiður K. Sigurðardóttir, hún ætlar 8, nei, afsakið, jú, Ragnheiður. Eitthvað frosið. Laufey, ít á takkan. 3 kvitt, þannig að stöngin er klára á palli 2 fyrir Margréti Valdimarsdóttur, 40 kíló. Og stöngin er klár á, nei, hún er ekki klár, jú. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnheiði K. Sigurðardóttur, 85 kíló. Og Margrét skilar stönginni, varlega, og fær 3 kvitt ljós, glæsilegt hjá henni. Á palli 2 fáum við þá næst 47,5 kíló fyrir Sunnu Snædal Jónsdóttur. Og þetta var alvöru lyftaði á Ragnheiði síðan, 85 kílóin, og þau eru góð og gild. 3 kvitt ljós á hana, og við fáum þá næst á stöngina 42,5 kíló fyrir Helenu Björk Rúnarsdóttur. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sunnu Snædal Jónsdóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Helenu Björk Rúnarsdóttur. Björnabjörnstakið, segir Helgi. Hver er dómurinn? Lára. Og því miður ógilt hjá Helenu Björk. Við fáum á stöngina næst fyrir Dagmar Ragnarsdóttur 42,5 kíló á palli 1 og fyrir Sunna Snædal með góða og gilda lyftu, 3 kvitt, nei betur, jú, já. Og Bríett Eiríksdóttir er næst með 50 kíló. Stöngin er klár á palli 1. Stöngin er klár, palli 2. Aðeins og þungt hjá Dagmar, hún þarf kannski bara að finna grúið betur í næstu lyftu. Og á palli 1 fáum við 42,5 kíló áfram, þar er hún Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir. Aðeins og þungt fyrir Bríett í dag. Nei. Bara við keppendur. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur, 42,5 kíló. Á palli 2 ætlar Anda Rún Beck Kæjudóttir að lyfta 50 kílóum. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Anda Rún. Byrjabestatakið, segir Laufey dómari, og það eru 3 hvítt ljós á Hildi Sesselju. Næst á palli 1 er Ingunn Jónsdóttir, hún ætlar í 52,5 kíló.
Anda lyftir hann miklu öryggi. Hvað segja dómarar? 3 hvít á hana, glæsilegt. Ingunn Jónsdóttir ætlar í 52,5 kg á palli 1. Á palli 2 ætlum við í 52,5 kg og Sigriði á Ásthildi Andersen og hún vill fá þynnri pallinn undir sig. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ingunni Jónsdóttir, 52,5 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigriði Andersen. Og það eru 3 hvít ljós á hana Ingunni. Næst er Heiðrún Frímannsdóttir með 55 kg á palli 1. Þetta leit miklu betur út hjá Sigriði. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum á stöngina 57,5 kg fyrir Ólöfu Rós Káradóttur. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Heiðrúnu Frímannsdóttur, 55 kg. Stöngin er klár fyrir Ólöfu Rós, 57,5 kg. Heiðrún Frímannsdóttir með góð að geta lyftu hana, 3 hvít ljós og við fáum 55 kg á stöngina fyrir Elsu Pálsdóttur á palli 1. Það er mikið öryggi hana hjá henni Ólöfu, dómar að sammála mér. 3 hvít ljós, gott hjá henni og stöngin er klár fyrir Elsu Páls, 55 kg. Á palli 2 þá fáum við 60 kg fyrir Kristínu Jóhannesdóttur. Stöngin er klár fyrir Kristínu, 60 kg, pallur 2. Kristín er búin að lyfta 55 kg á miklu öryggi. Elsa var aðeins að stríða okkur þarna, lyfta hægt, en það er gott og gilt, 2 hvít ljós og við fáum 55 kg á stöngina fyrir Sigriði Sigurjónsdóttur. Og hvað segja dómarar? Nei, því miður og þungt hjá Kristínu. Alltaf lagi hún á eina tilraun eftir. Við fáum á stöngina 65 kg fyrir Sigriði Snorradóttur. Stöngin er klár fyrir Sigriði Sigurjónsdóttur, 55 kg. Stöngin er klár fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur. Hvað segja dómarar við lyftunni á Sigriði? Jú, 3 hvít ljós, glæsilegt. Laufey, hún er eitthvað stoppaði stöngin á bringunni. Hún á eina lyftu eftir, hún tekur þetta þá. Við fáum 57,5 kg á stöngina fyrir Birnu Ómarsdóttur á palli 1. Palli 2 fáum við 73,5 kg og það er tilnefnt til Íslandsmet hjá Sigríði Snorradóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Birnu Ómarsdóttur, 57,5 kg. 73,5 kg fyrir Sigríði Snorradóttur. En aftur, stöngin er klár fyrir Birnu Ómarsdóttur, 57,5 kg.
Stöngin klár á palli 2 fyrir Sigríður Snorradóttur. Tilraun til Íslandsmet, 73,5 kíló. Takið segir hún Laufey og það eru 3 hvít ljós á Birnu Ómarsdóttur, glæsilegt hjá henni. Og næsti Brynhildur Lilja, hún ætlar í 60 kílóin. Og Sigríður lyftir Íslandsmetinu bara þokkalega auðvitað, 73,5 kíló í húsi okkar konu. Lökkum með það. Stöngin klár á palli 1, 60 kíló fyrir Brynhildi Lilju Björnsdóttur. Það er 85,5 kíló á Þórunni Brynju á palli 2. Hún ætlar í Íslandsmet í Masters 2 84 kíló flokki kvenna. Þetta leit mjög samfært út hjá henni Brynhildi og sjálfsögðu 3 hvít ljós fyrir það. Hún Signý Vala ætlar í 60 kíló á palli 1. Og stöngin klár á palli 2, Þórunn Brynja Jónasdóttir. Hún er búin að setja eitt Íslandsmet í dag, akkur ekki að setja annað. Stöngin klár á palli 1 fyrir Signíu Völu Sveinsdóttur. Já, uppferða, já, Signíu, hún er með 3 hvít ljós þar. Hvað segir ég á Þórunni? Sjálfsögðu líka, 3 hvít ljós. Og við fáum á stöngina 60 kíló fyrir Hrefnu Sætran á palli 1. Palli 2 fáum við 90 kíló fyrir Kolbrúnu Kötlu Jónsdóttur. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrefnu Sætran, 60 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbrúnu Kötlu, 90 kíló. Fór yfir 200 kílóin í dag í beigjunni. Hún fer nú sennilega að nálgast 100 kílóin í bekknum líka. Það var smá mystik í þessu hérna. Hrefna lyftir í myrkrinu og lyftir vel, 3 hvít ljós á hana. Og hvað segja dómarar við þessu hjá henni Kolbrúnu? Við fáum 62,5 kíló stöngina á palli 1 fyrir Guðrúnu Kristúnu. Það eru 3 hvít ljós á Kolbrúnu Kötlu á palli 2. Og þetta er svo sem skiljanlegt með ljósin, mér finnst áhorfendur ekki hafa verið að klappa nógu mikið og fagna, þess vegna slöknuðu ljósin. Þetta er hreyfiskynjari. Guðrún Kristjánar Einarsdóttir ætlar í 62,5 kíló á palli 1 og Guðný Ásta Snorradóttir ætlar í 98,5 kíló á palli 2 sem er tilraun til Íslandsmets í 84 kíló flokki plus kvenna. Masters 2, stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðrúnu Kristjánu Einarsdóttir, 62,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Guðnýju Ástu Snorradóttur. Aðeins og þungt í höndunum á henni Guðrúnu Kristjánu því miður. Hún á eina tilraun eftir. Ég held að ef hún bara setur geðveikin í þetta þá nær hún sér alveg pottitt. Koma svo Guðný. Það er tilraun til Íslandsmet í öldungaflokki 2. Masters 2 plus 84 kíló flokki kvenna. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnheiði K. Sigurðardóttur. Hún ætlar í 87,5 kíló. Lyfti 85 kíló mjög sannfærandi.
Hvað gerur hún með 87,5 kíló? Guðni Ásta fær 3 hvít ljós á palli 2. Margrét Valdemarsdóttir allar í 42,5 kíló. Þannig jú, eins og ég sagði áður, þetta er nýtt Íslandsmet hjá henni Guðni, hrikalega flott hjá henni. Aðeins og þúntið á henni Ragnheiði. Ég held samt hún geti þetta. Næst ætla að hvetja hana heldur betur. En við fáum á palli 2, fáum við palli 1 afsakið 42,5 kíló fyrir Helenu Björku Rúnarsdóttur. Á palli 2 er Margrét Valdemarsdóttir að fara að lyfta. Og stöngin er klár fyrir Margréti, 42,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Helenu Björk Rúnarsdóttur, 42,5 kíló. Hún náði þessu ekki í annari, en hún ætlar að ná þessu núna. Upp fer hún hjá Margréti. Hvað segir stóri dómur? Já, 3 hvít, glæsilegt til Margréti. Og hvernig fer þetta við Helenu? Við fáum allan á 50 kíló stöngina. Já, 3 hvít ljós hjá Helenu Björk á palli 1. Við fáum 50 kíló stöngina fyrir Bríti Eiríksdóttur á palli 2. Palli 1 ætlar hún Dagmar Agnarsdóttir að lyfta 42,5 kílói. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Bríti Eiríksdóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Dagmar Agnarsdóttur. Það er stöllunar í sömu málum, aðeins og þungt í dag, því miður. ASMR, og við fáum á palli 1 45 kíló fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur. Á palli 2 fáum við 50 kíló fyrir Sunnu Snædal Jónsdóttur. Stöngin klár fyrir Sunnu Snædal Jónsdóttir og stöngin er klár líka fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur. Vantaði herslumuninn upp á Sunnu. Glæsilegt hjá Hildi, hvað segja dómarar? 3 hvít. Á palli 1 fáum við 55 kíló fyrir Ingunni Jónsdóttur. Á palli 2 fáum við 55 kíló fyrir Sigríði Ásthildi Andersen. Það er þema í gangi, 55 kíló. Næsta lyfta eftir þessu er náttúrulega réttstöðulyftan og þá þarf maður ekki að nota hendunar mikið nema bara til þess að halda í stöngina. Þannig ég hvet keppindur til þess að vera ekkert að spara. Stöngin er klár fyrir Ingunni Jónsdóttur. Á palli 1, 55 kíló. Stöngin er klár fyrir Sigríði Andersen, 55 kíló. Palli 2. Svo ég sagði á hann, þeir eflast þessi sjálfstæðismenn í Garðabæ, þannig að við sjáum hvernig gengur hjá henni. Ég leit mjög vel út hjá Ingunni, 55 kíló. Og við höfum á palli 1 á næst Heiðrúnu Frímannsdóttur, hún ætlar í 60 kílóin. Byrjaprestaki segir Helgi og hver er dómurinn? 3 hvít ljós, 55 kíló í hús og Sigríði. Stöngin er klár á palli 1, það er hún Heiðrún Frímannsdóttir, hún ætlar í 60 kíló. Á palli 2 er það Anda Rún Beck, hún ætlar í 55 kíló næst.
Heiðrún er að eiga góðan dag með allt gilt. Stöngin er klár fyrir Ander Rúnberg. 55 kíló á palli 2. Nær Heiðrún að... Mér sýnist Heiðrún vera með allt gott og gilt í dag. Já, 3 gull ljós á hana. Hvað gerir Aníta? Það eru 2 á norðan mættar. Já, hrikalegt power frá Akureyri hérna á ferðinni. Og við fáum 60 kíló á stöngina fyrir Birnu Ómarsdóttir á palli 1. Og við fáum 60 kíló á stöngina fyrir Ólafur Rós Káradóttir á palli 2. Allir að lyfta 60 kílóum, stöngin er klár fyrir Birnu Ómarsdóttir. Stöngin er klár fyrir Ólafur Rós, 60 kíló. Palli 2. Hún kemur fram, sjálfstöðstu uppmálað. Þetta var svo nálægt. Næstu pirrandi að horta á þetta. Svona er þetta bara stundum. Já, flott lyfta hjá Ólafu. Hvað segja dómarar við þessu? Því miður. Smá tæknikalli á þessu. Svona er þetta stundum. Við fáum á palli 1 fyrir Sigríði Sigurjónsdóttur 60 kíló. Við fáum á palli 2 fyrir Kristínu Jónsdóttur 60 kíló. Stöngin er klár á palli 1. Sigríði Sigurjónsdóttir 60 kíló. Lyfta þessu Kristín. Stöngin er klár fyrir Kristínu. Mér sýnist það að vera gott og gilt hjá henni Sigri á palli 1. Já, ekki að spyrja þig. Því miður ekki nógu gott hjá Kristínu. Það fór ekki upp hjá Kristínu. Þannig að því miður 3 rauð ljós. Og við fáum á palli 1 62,5 kíló. Það er Brynhildur Lilja Björnsdóttir. Á palli 2 fáum við 65 kíló fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hildi Sessíu Aðalsteinsdóttur. Nei, Brynhildur Björnsdóttir, afsakið. Nei. Þetta er rétt. Ok, Brynhildur Lilja, stöngin er klár á palli 2 fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur. Stöngin er klár einmitt fyrir Brynhildur Lilju Björnsdóttur á palli 1. Þetta leit mjög samfært út hjá henni Brynhildi. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 er hún Guðrún Kristjánar Einarsdóttir með 62,5 kíló. Og hvað segja dómarar við þessu hjá henni Laufeyju? Því miður aðeins á þungt í dag. Já, næst þar er hún Sigríður Snorradóttir. Hún ætlar að lyfta 75 kíló. Af hverju ekki? Stöngin er klár á palli 1. Guðrún Kristjánar Einarsdóttir, 62,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2. Sigríður Snorradóttir, búin að setja 1 Íslandsmet í dag. Af hverju ekki bara bæta það, 75 kíló. Vantaði herslumunina hjá henni Guðrúnu. Því miður ekki gilt. Við fáum á palli 1 62,5 kíló áfram. Það er Signý Vala Sveinsdóttir. Og því miður, aðeins og þungt hjá henni, Sigri.
Við fáum á stöngina næst 87,5 kíló. Það er Þórunn Brynja Jónasdóttir á palli 2. Stöngin er klár á palli 1. Signý Vala Sveinsdóttir. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Þórunni Brynju. Því miður ekki hennar dagurinn, fýtt dagur hjá Sínju en að ekki að klára 62,5 kíló. Og við fáum á stöngin á palli 1, 62,5 kíló fyrir Hrefnu Rósu Jónsdóttur Sætran. Koma Þórunn. Hún er búin að setja eitt Íslandsmet í Masters 2 flokki í kvenna. Hún ætlar að gera meira af því í dag. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hrefnu Sætran. 62,5 kíló, stöngin er klár. Mjög sannfærandi lyfta hjá henni Þórunni. Hvað segja dómarar við þessu? Við erum að fá tæknimann. Og hvað segja dómarar? Glæsilegt. 3 hvít ljós hjá þeim báðum. Hrikalega flott. Og við hefjum keppni í seinna holli á palli 1. Það er hann Jóhann Frímann Traustason sem ætlar að opna þar með 45 kíló. Kolbrún Katla ætlar í 95 kíló á palli 2. Og stöngin er klár fyrir Jóhann Frímann Traustason. Við erum að glíma við tæknilega örðuleika á palli 2. Ok. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Kolbrúnu Kötlu, 95 kíló. Upp fer hún hjá Jóhanni, 45 kíló góð og gildi á kallinum. Og við fáum 90 kíló stöngina fyrir Regin Fannar Unarsson á palli 1. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Regin Fannar Unarsson. Og því miður aðeins og þungt hjá henni Kolbrúnu í dag. Og þá ætlar hún Guðný Ásta Snorradóttir fyrst kvenna í 100 kílóin hér í dag. Á palli 2. Fyrrapennstakið segir hún Laufey Agnarsdóttir yfir dómari og það eru 3 hvít ljós á Regin Fannar Unarsson. Fá 90 kíló stöngina á palli 1 fyrir Gísla Þór Viðarsson. Ætlar hún Guðný Ásta að lyfta þessu? Ekki spurning. Stöngin er klár. Hún er búin að lyfta 98,5 kílóum. Þetta er næstu í sama viktin og það er bara að lyfta sama. Stöngin er klár fyrir Gísla Þór Viðarsson, 90 kíló. Koma svo Guðný. Já, setið eitthvað á stöngina hjá konunni. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít. Hvernig gekk þetta hjá Gísla? 2 hvít. Hrikalega gott. Kallinn komin á blað. Og við fáum á stöngina á palli 2 fyrir Eirík Benedikts, 77,5 kíló. Við fáum á palli 1, 100 kíló fyrir Vilhjálmur Eir Þórhallsson. Stöngin er klár
á palli 1 fyrir Vilhjálmur Eir Þórðarsson. Vilhjálmur Eir Þórðarsson í 100 kílóin, stöngin er klár á palli 2 fyrir Eirík Benedikts, 77,5 kíló. Það er uppfjörða hjá honum Eiríki. Dómarar sáttir, 3 hvítt ljós. Ég er sáttur, Eiríkur er sáttur vonandi. Og hvað segja dómarar við þessu hjá honum Vilhjálmi? 3 hvítt ljós líka. Á palli 1 fáum við þá næst 110 kíló hjá Erling Tom Erlingsinni. Á palli 2 fáum við næst 80 kíló hjá Herði Birkisinni. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Erling Tom. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Hörð Birkisson. Fyrrapennstakki segir Laufey og 3 hvít ljós. Uppsker hann Erling Tom Erlingsson. Við fáum á stöngina 110 kíló fyrir Andra Fannar Óttarsson á palli 1. Og Hörður lyftir mjög létt sýnist mér 80 kílónum og fær 3 hvít ljós. Nóg inni á kallinum. Og á palli 1 er það Andri Fannar Óttarsson með 110 kílóin. Þau eru tilbúin, stöngin er klár. Palli 1, Andri Fannar Óttarsson 110 kíló. Á palli 2 er það Jens Elís Kristinsson sem ætlar í 90 kílóin. Verði svektur frændi fyrir ekki í 100 kílóin í dag. Stöngin er klár fyrir Janna. Koma svo 90 kíló. Fyrrapennstakki segir hún Laufey. Það eru 3 hvítt ljós hjá honum Andra Fannar Óttarsinni og Jón Bergmann ætlar næsta palli 1 að lyfta 112 kílóum. Fyrrapennstakki segir Helgi, dómari. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jón Bergmann Heimisson 112 kíló. 3 hvít ljós og Jens Elís. Ekki að spyrja þig og að næstur á pall 2 er Sturla Ólafsson með 100 kíló. Sturli búinn að vera lengi í slökkviliðinu. Það er þekkt að slökkviliðsmenn lyfta margir mjög miklu. Stöngin er klár fyrir Sturlu Ólafsson. 100 kíló. Og hvað segja dómarar við þessu á Jón Bergmanni? Sjálfsögðu 3 hvít ljós. Á palli 1 fáið þá fyrir hann Prins 115 kíló. Vá, hún fór hraðar upp heldur en niður. Sett eitthvað á stöngina Stulli minn. 3 hvít ljós á kallinn. Og það er 115 kíló á Prins, stöngin er klár. Á palli 2 fáum við 107,5 kíló, Ólafur Sveinsson. Prins lyfti að miklu öryggi. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólaf Sveinsson, 107 kíló. Góð og gill lyftaði á Prins. Á næstur á palli 1 er Guðbjartur Jón Einarsson, hann ætlar í 120 kíló. Ólaf Sveinsson er núna að fara að lyfta palli 2, hann ætlar í 107,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2, Guðbjartur Jón Einarsson, 120 kíló. Palli 1, afsakið, palli 1.
Ólafur lyftir þessu að miklu öryggi og fær 3 hvít ljós. Glæsilegt. Og við næstur á palli 2 er hann Gunnar Pálmi Snorrason. Hann ætlar í 110 kílóin. Mér sýndist að vera mjög örugg lyfta hjá Guðberti. Já, dómar eru sammála með það. Glæsilegt á kallinum. Við ætlum með 135 kíló á palli 1. Það er engin annar en Benedikt Björnsson. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Gunnar Pálma Snorrason, 110 kíló. Benedikt á hann með góða tilraun við Íslandsmet í hnébeygju. Það átti því miður ekki inni fyrir henni í dag, en það kemur nú fljótt að því held ég. Stöngin er klár fyrir Benedikt Björnsson, 135 kíló. Gunnar Pálmi lyftir að miklu öryggi, eru dómar að sammála mér, var það gott og gilt? Heldur betur, kallið með 110 kíló á blaðinu og við fáum þá 112 kíló á stöngina fyrir Gunnar Ingvar Ingvarsson á palli 2. Og hvað segja dómar við þessu á Benedikt? Það leit mjög vel út hérna megin. Já, 3 hvít ljós, ekki að spyrja þig. Og stöngin er klár fyrir Gunnar Ingva, 112,5 kíló. Næstur á palli 1 er Gísli Álgjesson, hann ætlar 137,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gísla Álgjesson, 137,5 kíló. Leit mjög vel út fyrir á Gunnari, dómarar að sammála. Og takið segir hún hinum megin, við biðjum dóms á palli 2, við biðjum dóms, 3 hvít ljós á palli 1. Á palli 1 ætlar Helgi Pálsson að lyfta 160 kílóum. Á palli 2 fær hann Gunnar góða og gilda lyftu og eftir honum er hann Jóhann Tómas Sigursson, hann ætlar 120 kílóin. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Helga Pálsson. Stöngin er klár á palli 2. Hér er best takið, segir Laufey Agnarsdóttir. Fáðu stólinn minn, horfa aðeins á hana Þorbrú, hvernig hún gerir þetta. Horfa á hana. Og það eru góðar að geta lyftur hérna báðum megin. Næstur á palli 1 er Jóhann Frímann Traustason, hann ætlar í 50 kíló. Helgi Brím, hann ætlar í 120 kíló á palli 2. Stöngin er klár á palli 2. Helgi Brím, 120 kíló. Okkar maður rétt hékk inn í beygjunni. Nú ætlar hann að sýna okkur hvernig á að bekkja. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóhann Frímann Traustason, 50 kíló. Og hvað fær Helgi Brím? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og Jóhann Frímann með 3 hvít ljós líka, glæsilegt. Á palli 1
er að Gísli Þór Viðarsson sem ætlar í 95 kílóin. Á palli 2 er að Sebastian Dreyer sem ætlar í 147,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2. Stöngin er klár á palli 1. Þetta leit mjög vel út hjá Gísla, hvað segja dómarar? Tvökvít, glæsilegt. Gott og gilt hjá honum Gísla. Næstur á palli 1 er Reginn Fannar Unarsson, hann ætlar í 100 kílóin. Sebastian lyftir að miklu öryggi, 147,5 kílóum og það eru þrjúkvít ljós á kallinn. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Reginn Fannar Unarsson. Það er 150 kíló fyrir hann Húbert Guðbrandsson, 170 afsakið á palli 2. Reginn með góð að geta lyftuð hana, 100 kílónum. Og næstur á palli 1 er Vilhjálmur Freyr Þórólfsson með 102,5 kíló. Já, stöngin er klár á palli 1, Vilhjálmur Freyr. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Róbert Guðbrandsson. Vilhjálmur Freyr lyftir að miklu öryggi, hvað segja dómarar? Þrjúkvít ljós. Næstur á palli 1 er Andri Fannar Óttarsson með 112,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Óttarsson. Hvað segja dómarar við lyftinu á Robocop? Já, þrjúkvít á kallinn, 170 kíló á töflunni þarna. Og næstur á palli 2 er Eiríkur Benedikts með 80 kíló. Byrjumestartakið, stöngin er klár á palli 2 fyrir Eirík Benedikts. Andri Fannar með þrjúkvít ljós á palli 1. Næstur á palli 1 er Jón Bergmann Heimisson með 115 kíló. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Jón Bergmann Heimisson. Því miður og þungt hjá honum Eiríki, hann á eina tilraun eftir. Hann reynar sjálfsögðu við hana og við fáum næst 95 kíló á stöngina á palli 2 fyrir Hörð Birkisson. Og hvað segja dómarar á palli 1? Já, það eru þrjúkvít ljós á Jón Bergmann Heimisson með 112,5 kíló. Nei, 115 kíló afsakið. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Hörð Birkisson, 95 kíló. Á palli 1 er það Prins sem ætlar að reyna við 120 kílóin. Hann lyfti 115 kílóm á miklu öryggi. Stöngin er klár fyrir Prins, palli 1.
Hörður Birgisson ætlar í 95 kíló á palli 2. Og 3 hvít ljós og Gilbert Prins. Hvað segja dómarar á palli 2? Já, 3 hvít þar, sjálfsögðu. Og við fáum á palli 1 Erling Tom Erlingsson með 122,5 kíló. Á palli 2 Jens Elís Kristinsson með 100 kílóin. Stöngin er klár fyrir Erling Tom Erlingsson, 122,5 kíló á palli 1. Stöngin er klár fyrir Jens Elís Kristinsson á palli 2. Koma svo, frændi. Hvað segja dómarar á palli 1? Jú, 3 hvít ljós á Erling Tom, ekki að spyrja þig. Næstur á palli 1 er Guðbjartur Jón Einarsson með 125 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðbjart Jón Einarsson. Hvað segja dómarar á palli 2? Já, 3 hvít ljós. Okkar maður í viðurstofunni, ekki að spyrja þig. Og næstur Sturla Ólafsson með 112,5 kíló. Á palli 2. Og hvað segja dómarar á palli 1? Guðbjart Jón lyfti þessu upp. Er þetta ekki bara gott og gilt? Jú, ég held það. 3 hvít ljós og Guðbjart Jón, glæsilegt á kallinum. Og næstur er Gísli Álgjesson með 142,5 kíló. En aftur á palli 2 Sturla Ólafsson með 112,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2. Bars loaded, sko. Let's go. Stöngin er klár á palli 1. Gísli Álgjesson, 152,5 kíló. Og það fara upp áður megin lyftunar. Dómar að gefa Sturlu Ólafssoni, sjálfsögðu 3 hvít ljós. Sama hjá Gísla Álgjessyni, glæsilegt hjá strákunum. Við fáum 145 kíló stöngina fyrir Benedikt Björnsson á palli 1 og við fáum 115,5 kíló á stöngina fyrir Ólaf Sveinsson sem er að reyna við mínus 83 kílóa Masters 3 Íslandsmet í backpressu. Já. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Benedikt Björnsson, 145 kíló á kallinn. Og 3 hvít ljós á Benedikt Björnsson með 145 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólaf Sveinsson, 115,5 kíló. Tilnefnd til nýs Íslandsmets. Og við fáum 167,5 kíló á stöngin á palli 1 fyrir Helga Pálsson. Stöngin er klár á palli 1, Helgi Pálsson, 167,5 kíló.
Ég held að sé meira inni á Ólafi. Já, glæsilegt á kallinum, 2 hvít, það er ekki meir í dag. Hann á eina inni. Hvað gerir Helgi með 167,5? Hann er byrjum að skila þeim og hvað segja dómarar við þessu? Það leit mjög vel út hérna meginn frá. Já, 3 hvít. Gunnar Ingi Ingvarsson, hann er næstur á palli 2, hann ætlar í 117,5 kíló. Á palli 1 er það Jóhann Frímann Traustason með 55 kíló. Davíð snúa stönginu við, plötunni. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Gunnar Inga. Hann ætlar í 117,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóhann Frímann, 55 kíló. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós hjá Jóhanni. Hvernig gekk þetta á Gunnari? Já, 3 hvít ljós þar, glæsilegt á kallinum. Og við fáum 97,5 kíló á stöngina á palli 1 fyrir Gísla Þór Viðarsson. Og við fáum 120 kíló á stöngina á palli 2 fyrir Gunnar Pálmar Snorrason. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gísla Þór Viðarsson, 97,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Gunnar Pálmar Snorrason. Það byrja hér 3. umferð. Alvöru barátta hjá Gísla hana. Hvað segja dómarar við henni? Já, 2 hvít. Góð og gild lyfta á kallinum. Aðeins og þungt hjá Gunnari Pálma í dag, en hann á eina umferð eftir og þá ætlar hann bara lyftinni. Ekki spurning. Og Reginn Fannar Unnarsson, hann er næstur á palli 1 afsakið með 105 kíló. Næstur á palli 2 er Jóhann Tómas Sigursson með 125 kíló. Pallur 1 er tilbúið. Pallur 1 er klár fyrir Reginn Fannar Unnarsson. Og hann er byrjum að skila stöngina Reginn. Já, 3 hvít ljós á kallinn. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Jóhann Tómas, 125 kíló. Pallur 1 er tilbúinn. Stöngin er klár. Vilhjálmur Eir Þórhallsson, 105 kíló. Uppfjörun hjá honum Jóhanni. Dómarasáttir. Já, heldur betur 3 hvít ljós á kallinn. Og Vilhjálmur Eir skilar, 3 hvít ljós þar líka. Á palli 1 fáum við þá næstan Andra Fannar Ottósson með 115 kíló. Á palli 2 fáum við næstan Helga Brím með 127,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir 127,5 kíló. Helgi Brím, 127,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar, 115 kíló.
Og uppferða hjá Helga. Hvað segja dómarar? Og hvað í gangi? Stöngin klár á palli 1 fyrir Jón Bergmann, 117,5 kg. Stöngin klár fyrir Jón Bergmann, 117,5 kg á palli. Og stöngin klár á palli 2 fyrir Sebastian Dreyer, 157,5 kg á palli 2. Það leit mjög vel út hjá Jón Bergmanni. Já, og 3 gull ljós á kallinn. Og á palli 1 fáum við 127,5 kg næst á Erling Tom Erlingsson. Já, uppferða hjá Sebastian líka, 157,5 kg. 3 gull ljós á kallinn. Og næstur á palli 1 er hann Erling Tom, 127,5 kg. Stöngin klár fyrir Erling Tom, 127,5 kg. Á palli 2 er það Róbert Guðbrandsson sem ætlar í 177,5 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Róbert Guðbrandsson. Það er svo þungt hjá Erling í dag. Svona er það. Næstur á palli 1 er Guðbjartur Jón Einarsson, 127,5 kg. Stöngin klár á palli 1, Guðbjartur Jón Einarsson, 127,5 kg. Já, uppferðunni á Róberti. Hvað segja dómarar við þessu? Já, glæsilegt á gallinu, 2 1 177,5 kg kominn á töfluna. Eiríkur Benedikts er næstur með 80 kg á palli 2. Þetta er best að takið, segir hún, og 3 gull ljós á Guðbert Jón Einarsson á palli 1. Næstur á palli 1 er Gilbert Prins Gjam með 127,5 kg. Prins lifta áðan, miklu öryggi, mann 120 og ætlar núna í 7,5. Og stöngin klár á palli 2, 80 kg fyrir Eirík Benedikts. Stöngin klár á palli 1 fyrir Prins. Það er ekkert að segja að Eiríkur hafi ekki viljað lifta þessu. Djöfull lagði hann í þetta. Það er svo þungt í dag. Prins aftur á móti er ennþá að lifta léttana hinum inn og fær 3 gull ljós. Við fáum 145 kg stöngina á palli 1 fyrir Gísla Álgjesson. Við fáum 103 kg stöngina fyrir Hörð Birkisson á palli 2. Það er tilnefnt til Íslandsmets í -73 kg á flokki Masters 3 kalla. Stöngin klár á palli 1 fyrir Gísla Álgjesson. Stöngin klár á palli 2 fyrir Hörð Birkisson. Og uppferða hjá Gísla Álgjessyni, 2 gull ljós á kallinn.
Glæsilegt. Næstur á palli 1 er hann Benedikt Björnsson með 150 kíló. Gefur nú Herði gott klapp, hann er til 103 kíló, Íslands met. Þá maður peppa kallinn áfram. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Benedikt Björnsson, 150 kíló. Aðeins svo þungt í dag hjá Herði. SMR. Næstur á palli 2 er hann Jens Elís Kristinsson, hann ætlar í 107,5 kíló. Komum svo Benni með 150. Og upp fyrir stöngin hjá honum Benna, hvað segja dómarar við þessu? Ansans tæknikallið hann á, lyftir rassinum eða eitthvað. Stöngin er klár fyrir Jens Elís Kristinsson. Koma Jenni. Næstur á palli 1 er Helgi Pálsson, hann ætlar í 175 kíló. Stöngin er klár fyrir Helga Pálsson. Komin alla leið frá Bolungavík. Bólinn í Bolungavík. Komum svo. 175 kíló. Koma Jenni! Áfram! Það er svo þungt hjá Jenna í dag. Í miður. 105 hefði farið. SMR. Hann allan með 100 kílóin. Stoppaði hann á miðri leið hjá honum Helga. Hann var nú eiginlega komið langlegana, hefði bara átt að klára hann á mínum hætti. Herru, Friðbjörn. Stöngin er klár á palli 2. Það er borðvel hérna til að losa pallin. Stöngin er klár. Ólafur Sveinsson, 117,5 kíló. Wow, ekki kíló inni á kallinu, hvað segja dómara við þessu? Já, góð og gill lyfta hjá kallinu. Hann neyði sig. Og þá er það hann Gunnar Pálmi Snorrason sem ætlar í 120 kílóin. Stöngin er klár á palli 2. Já, ég vissi hann geti lyft þessu. Þetta var bara spurning að vilja aðeins meira. Dómarasáttir? Já, heldur betur 3 hvítt ljós. Og við fáum þá næstan á sviðið. Hann Sturla Ólafsson, 122,5 kíló. Eins og við nú sagt áður hérna, Sturla, legend í geiminu. Hann er búinn að vera í þessu lengi, stofnaði massa á sínum tíma fyrir sunnan. Og er að koma núna fíl eldur tilbaka í sportið.
Stöngin er klár fyrir Stulla. 122,5 kíló. Aðeins og þungt í dag, því miður. Svona er þetta bara. Stundum vilja ekki vinna með mann í lóðin og við fáum á stöngina áfram 122,5 kíló. Það er engin annar en Gunnar Ingi Ungarsson. Kemst alltaf fyrir á bekknum, hann er svo hávaxinn drengurinn. Höfuðið fram af. Stöngin er klár fyrir Gunnar Inga. 122,5 kíló. Kallinn var komið langleiðin upp, hann hefði nú bara átt að klára þetta. Mjög lítið eftir, svona er þetta bara, vinnur ekki alltaf með manni. Já, við fáum 127,5 kíló á stöngina. Það er hann Jóhann Tómas Sigursson sem ætlar að lyfta þeim. Bara fljótari sko. Það eru minni þýftir. Það þarf að tjekka vel niður. Gunnar með allt of langar hendur. Og stöngin er klár fyrir hann Jóhann Tómas Sigursson. 127,5 kíló. Hann sparkar í gólfið, stappa fótum. Mjög vel valinn tilraun þarna held ég. Jæja, tökum það er ekki meira en það. Og næstur er Helgi Brím, hann ætlar í 127,5 kíló líka. Og það er bara ánægjulegt. Hann er búinn að reyna við einu sinni, var aðeins og þungt síðast. Núna held ég að hann vilji það meira, þannig að hann ætlar að lyfta þessu núna. Og stöngin er klár fyrir Helga Brím, 127,5 kíló. Svona er þetta bara, aðeins og þungt. Mót eftir þetta mót og við fáum 160 kíló stöngina fyrir Sebastian Dreyer. Hann er búinn að gera gott mótir í dag, búinn að taka Íslandsmet í hnébiðinu og lyfti 157,5 kílóm, virkilega samfærandi. Þannig að af hverju ekki bara taka 160 kílóin samfærandi líka. Stöngin er klár fyrir Sebastian Dreyer. Komin hingað alla leið frá Suður Afríku til að lyfta þessu. Let's go.
Já, ég held að þetta verið mjög valinn tilraun. Dómarasáttir. Já, 3 hvítt ljós, ekki að spyrja þig. Og þá það Róbert Guðbrandsson. Hann lyfti síðast 177,5 kílóum og ætlar að klára hér daginn í 182,5 kílóum. Tek eiginlega ekki annað í mál en hann lyfti því. Stöngin klár fyrir Róbert Guðbrandsson. Maður heyrir ykkur síðasta backpressan í dag. Byrjum að vanda sig. Það vantaði svo lítið upp á ansans áreiti. Hrikalega flott tilraun engu síður og við gerum þar með 10 mínútar hlé á keppni og þá mætum við Galvösk í rétt stöðu lyftuna.
Halló! Þá fyrir við að hefja keppni og við ætlum að opna í 80 kílóum á palli 1. Þannig að Birna Ómarsdóttir ætlar að lyfta því og Margrét Valdimarsdóttir, hún ætlar að lyfta 65 kílóum á palli 2. Við erum að bíða eftir dómarunum, þannig að, og svo skilst mér að annars skjárinn sé þarna á palli 1. Að finna henn út úr tæknilegum örðuleikum og síðan náttúrulega dómaramálunum. Eru allir dómarar að verðum að byrja. Bara fá okkur sæti. Séu allir klárir, stangamenn á sínum stað. Nei, eiginlega ekki. Ekki nema hann alltaf vera einn. Muggur! Við erum allan að koma í 2 stangamenn, við þyrftum eiginlega... að koma? Þetta er alveg að koma. Ryksuga dagsins er Kerker Ryksuga sem við fengum á góðum díl. Og við ætlum að ræsa á bara báðum pöllum. Stöngin er klár fyrir Birnu Ómarsdóttur og Margréti Valdimarsdóttur. 80 kíló á Birnu og 65 kíló á Margréti. Koma svo! Sé ekki betur en að báða að lyfta miklu öryggi. Eru dómarar ekki sammála með það? Danni minn, ít á takkan. Danni! Lára! Herru, Strúna. Jú, þú skuldar. Ít á kvita. Eða ekki. Herru, hvað er í gangi hér? Kom ekki að síðan. Ég ætla að biðja yfir tæknimann Róbert Kjaran að skoða. Árinni kennir illur ræðari, mér sagt. Svo gaman. Bara um leiðu. Hversu? Já. Það er þannig þegar maður er svona eins og Róbert Kjaran mörgum árum á undan tækninni. Þá stundum bregst búalistinn. Já, þrjókvitt ljós á palli 2. Múin steinglema. Já, og stöngin er allan að minnsta kosti klár á palli 2 fyrir Sigríði Ásthildi Andersen. 95 kíló. Ha, herru, ok, núna hefur ykkur... Já, herru, við skulum... Ok, eitthvað hefur farið úrskeiðis.
Herru, við erum að fara tilbaka eina lyftu hérna. Þegar þið voru að 50 þá íttu á. Þannig að tilbaka eina lyftu á þessu konunni. Anda, ok, 90 kíló á stöngina. Það er solid. Hvernig er staðan hinum megin? Hvernig er staðan á palli 1? Birna er búin að lyfta það ekki. Ok, stöngin er klár á báðum pöllum. 80 kíló Birna Ómarsdóttir, 90 kíló Andrún Beck Kæðudóttir. Ok, og Ingunn Jónsdóttir, 80 kíló. Stöngin er klár á Ingunni. Þrjú hvít á Anítu, glæsilegt. Og þá fáum við 95 kíló á stöngina fyrir Sigríði Andersen á palli 2. Og þrjú hvít ljós á Ingunni á palli 1, glæsilegt. Palli 1 næst er hún Helena Björk Rúnarsdóttir. Hún ætlar að lyfta 80 kílóum. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Helenu Björk Rúnarsdóttur. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigríði Á. Andersen. Þetta lúkaði mjög öll á Helenu og enda þrjú hvít ljós. Sama hjá Sigríði. Grjótarður opnari, 95 kíló. Dómara sammála, þrjú hvít ljós. Á palli 1 er að næst Helena Björk Rúnarsdóttir, hún ætlar að lyfta 80 kílóum. Á palli 2 er næst Ólöf Rós Káradóttir, hún ætlar að lyfta 100 kílóum. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólöfu Rós Káradóttur. Og það eru þrjú hvít ljós á palli 1. Næsti Brynhildur Lilja Björnsdóttir með 90 kíló. Ólöf lyftir að miklu öryggi og uppsker þrjú hvít ljós. Stöngin er klár fyrir Brynhildur Lilju Björnsdóttir á palli 1, 90 kíló. Næst á palli 2 er Kristín Jóhannesdóttir með 105 kíló. Þetta verður hratt upp hjá henni Brynhildi. Hélt meira svona ætlaði að aðra, þetta var það auðvelt og það eru þrjú hvít ljós. Og við fáum 100 kíló á stöngina fyrir Heiðrúnu Frímannsdóttur á palli 1. Og það eru 105 kíló eru klár fyrir Kristínu Jóhannesdóttur á palli 2. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Heiðrúnu Frímannsdóttur. Ég held að Heiðrún sé með allt gilt í dag. Ef maður rétt. Heldur betur. Þú voru flottu dagar hjá henni. Það er mjög auðveld lyfta hjá henni Kristínu. Dómara sáttir. Heldur betur. Sama í gangi á Heiðrúnu. Flaug upp. Hvað segja dómarar? Þrjú hvít. Á palli 1 er Dagmar Agnarsdóttir, hún ætlar í 102,5 kíló. Á palli 2 er Bríet Eiríksdóttir með 110 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Dagmar Agnarsdóttur. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Bríeti Eiríksdóttur. Flýgur alveg upp hjá Dagmar, skilur ekkert í þessu. Þrjú hvít ljós á henni. Ekkert mál fyrir Bríeti heldur. Þrjú hvít ljós þar. Á palli 1 er Signý Vala Sveinsdóttir næst, hún ætlar í 110 kíló. Á palli 2 er Sunna Snædal Jónsdóttir að fara að mæta í 110 kílóin einnig. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sunnu Snædal. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Signý Völu.
Ekki að spyrja því á Sunnu, flaug upp alveg, 3 hvítt ljós á hana. Svipa á tegningum hjá henni Signý Ulfssyni sem er, 3 hvítt ljós þar. Á palli 1 er næst, Sigríður Sigurjónsdóttir með 112,5 kíló. Á palli 2 er Laufey Kristjánsdóttir, hún ætlar í 120 kíló. Og stöngin er klár á palli 1, það er Sigríður Sigurjónsdóttir, 112,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Laufey Kristjánsdóttir, 120 kíló. 3 hvít ljós á Sigríði Sigurjónsdóttir. Næst á palli 1 er Hrefna Rósa Jónsdóttir Sætran, hún ætlar í 112,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Hrefnu Sætran á palli 1. Laufey lyftir hér 120 kílóum af miklu öryggi og fær 3 hvít ljós fyrir það. Næst á palli 2 er Sigríður Snorradóttir, hún ætlar í 140 kíló. Mættir beint úr eldhúsinu að lyfta þessum lóðum, ekki að spyrja þig, 3 hvít ljós á Hrefnu Sætran. Og næst á palli 1 er Elsa Pálsdóttir með 120 kíló. Á palli 2 er Sigríður Snorradóttir með 140 kíló, stöngin er klár. Flýgur upp hjá henni Sigríði, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 2 er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 142,5 kíló. Er stöngin klár á palli 1? Stöngin er klár. Já, ok, það er sant. Það var næsta eftir henni Elsa Pálsdóttir með 120 kíló. Stöngin er klár. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Þórunni, 142,5 kíló. Þórunn er að koma inn í miklu metaham, mastist 2 flóknum. Það nú að lyfta þessum lóðum. Elsa hefir þetta auðvitað upp, fær fyrir vikið. 3 hvít ljós. Þórunn með 3 hvít einnig, glæsilegt. Og næst á palli 1 er Guðrún Kristjana Reynisdóttir með 125 kíló. Og á palli 2 er það Guðný Ásta Snorradóttir með 160 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðrúnu Kristjánu Reynisdóttur. Og ætlar hann þar að lyfta 125 kílóum. Glæsilegt. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Guðrúnu Kristjánu Reynisdóttur. Flott hjá henni. Ragnheiður K.S. Sigurðardóttir er næst á palli 1 með 155 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Guðný og Ástu Snorradóttur, 160 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnheiði K.R. Sigurðardóttur. Hún lyftir hann miklu öryggi Guðný. Sama má segja hana Ragnheiði. Og það 3 hvít ljós á Guðnýju og 3 hvít ljós á Ragnheiði, ekki að spyrja þig. Ingunn Jónsdóttir er næst á palli 1, hún ætlar 85 kíló. Kolbrún Kalla Jónsdóttir er næst á palli 2, hún ætlar í 170 kíló.
Stöngin er klár á palli 2 fyrir Kolbrúnu Köllu. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ingunni Jónsdóttur. Kolbrún er búinn að lyfta hratt í dag. Þeir geta hætta því núna og fær 3 hvít ljós fyrir lyftuna. Og þá næst á palli 2 er Margrét, það er 3 hvít ljós líka á Ingunni Jónsdóttur, glæsilegt. Þannig að næst á palli 2 er Margrét Valdimarsdóttir, hún ætlar í 70 kíló. Á palli 1 er það Ingunni Jónsdóttir, hún ætlar í 85 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ingunni Jónsdóttur. Stöngin... Helena Björk Rúnarsdóttir ætlar í 90 kíló á palli 1. 85 kíló. Hvað? Helena Björk Rúnarsdóttir er næst með 90 kíló. Stöngin er klár. Margrét Valdimarsdóttir er næst á palli 2 með 70 kíló. Stöngin er klár. Báðar lyftaði mjög samfærandi, dómarasáttir. 3 hvít ljós á það báðar. Á palli 1 er hún Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir næst með 92,5 kíló. Á palli 2 er það hún Aníta Rún Beck Kæjudóttir með 100 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hildi Sesselju Aðalsteinsdóttur, 92,5 kíló. Hildur alveg bara flengir þessu upp. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Andi Rún Beck Kæjudóttir. Hildur Sesselja með 3 hvít ljós. Næst á palli 1 er Birna Ómarsdóttir með 97,5 kíló. Eitthvað fór hún. Stöngin er klár fyrir Birna Ómarsdóttir á palli 1. 97,5 kíló. Eitthvað brást bóðaliftin á palli 2. Hvort hann hefur farið út úr grúinu eða eitthvað svoleiðis. Og hún átt hana fleiri lyftur inni. Og við fáum 102,5 kíló stöngin á palli 2 fyrir Sigríði Ásthildi Andersen. Birna lyfti bara mjög samfærandi þarna á palli 1. Fær 3 hvít ljós fyrir. Stöngin er klár á palli 2, Sigríður Ásthildur Andersen með 102,5 kíló. Við fáum 100 kíló stöngina fyrir Brynhildi Lilju Björnsdóttur á palli 1. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Brynhildi Lilju 100 kíló. Og 3 hvít ljós og Sigríði Andersen 102,5 kíló. Næst á palli 2 er Ólafur Rós Káradóttir, hún ætlar í 110 kíló. Brynhildur flengir þessu upp, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Á palli 1 næst er Dagmar Agnarsdóttir, hún ætlar í 110 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólafur Rós Káradóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Dagmar Agnarsdóttur. Það flýgur upp hjá þeim báðum. Dómarasáttir, heldur betur, 3 hvít ljós á Dagmar, sama hjá Ólafur. Næst á palli
palli 1 er Heiðrún Frímannsdóttir, hún ætlar í 112,5 kg. Og palli 2 er næst Kristín Jóhannsdóttir, hún ætlar í 115 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Heiðrúnu Frímannsdóttur. Heiðrún er að eiga góðan dag, allt grænt. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Kristínu Jóhannesdóttur. Upp flýgur þau Heiðrúnu, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Sömu sögu er að segja hjá henni Kristínu, hún endur þessu upp 115 kílónum, ekki málið. Að næst á palli 1 er Signý Vala Sveinsdóttir, hún ætlar að fara í 115 kíló. Og á palli 2 er að Sunna Snædal Jónsdóttir með einnig 115 kíló. Skemmtilega samhæft svona milli pallana. Stöngin er klár á palli 2. Stöngin er klár á palli 1. Stangirnar eru klárar á pöllum 1 og 2. Signý er beðin að rífa þetta upp og það gerir hún. Sunna lætur ekki við sitt sitja og gerir það einnig 115 kílóin fljúið þar. 3 hvít ljós og það báðar. Næst á palli 1 er Sigríður Sigurjónsdóttir með 117,5 kíló. Á palli 2 er það Bríet Eiríksdóttir sem ætlar í 122,5 kíló. Pallur 1 er tilbúinn. Stöngin er klár á palli 1, Sigríður Sigurjónsdóttir, 117,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2, Bríet Eiríksdóttir, 122,5 kíló. Þrjú hvít ljós á Sigríði, ríkilega flott liftað á henni. Næst eftir henni á palli 1 er Hrefna Rósa Sætran með 117 kíló. Og Bríet liftir þessu upp, ríkilega öflug og með 3 hvít ljós í farabroddi. Í farateski, segir. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hrefnu Sætran, 117,5 kíló. Við fáum 130 kíló stöngin á palli 2 fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur. Hrefna var niður skipurina, ætla að leita mjög vel út hérðan frá og hún var 3 hvít ljós. Og næst á palli 1, stöngin er klár á palli 2 fyrir Laufeyju Kristjánsdóttir, 130 kíló. Næst á palli 1 er Guðrún Kristjána Reynisdóttir, hún ætlar í 135 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðrúnu Kristjánu Reynisdóttur. Létt og laggott hjá Laufeyju, flaug upp alveg. Og við fáum á stöngina 145 kíló fyrir Sigríði Snorradóttur á palli 2. Flýgur upp hjá henni Guðrúnu Kristjánu Reynisdóttur, 185 kílóin, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Við fáum 153 kíló á stöngina fyrir Ragnheiði K. Sigurðardóttur, tilnefnd til nýs Íslandsmets í 63 kíló flokki Mastis 1. Sem það var milli 40 og 50 og það er bara hrikalegt. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigríði Snorradóttur, 145 kíló. Og stöngin er klár fyrir Ragnheiði. Upp fyrir þetta Sigríði, 3 hvít held ég. Og þá sjáum við hvað Ragnheiður gerir. Glæsilegt að Sigríði, sjáum hvað Ragnheiður gerir með Íslandsmetið 153,5 kíló. Setið eitthvað á stöngina á konunni. Og við fáum 150,5 kíló. 3 hvít ljós og Ragnheiður ekki að spyrja þig.
fáum 150,5 kíló á palli 2 fyrir Þórunni Brynju Jónasdóttur sem ætlar að setja nýtt Íslandsmet í 84 kíló á flokki Masters 2 kvenna. Á palli 1 er það Ingunn Jónsdóttir sem ætlar að fara í 90 kílóin í sína þriðju og síðustu lyftu. Stöngin klár á palli 2 fyrir Þórunni Brynju Jónasdóttur. Beinir þeim tilmælum til stangamanna að það þarf að hreinsa stöngina eftir hverja lyftu í umferð 3. Koma Þórunn! Þetta fór upp og þannig meira inni. 3 gull ljós á Þórunni og við fáum 90 kíló tilbúin fyrir Ingunni Jónsdóttur á palli 1 og við fáum á palli 2 þá Guðný Ástu Snorradóttur. Hún ætlar í 167,5 kíló palli 2. Ingunn klárar mótið að miklu öryggi, 3 gull ljós á hana. Og við næst á palli 1 er Helena Björk Rúnarsdóttir, hún ætlar í 100 kíló. Ingunn er með allar lyftur gildar í dag, alltaf gaman þegar það gerist. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Guðnýju Ástu Snorradóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Helenu Björk Rúnarsdóttur. Bara grip and rip hjá Guðnýju Ástu. Ríkilega flott lyfta, 167,5 kíló. Og það er Helena Björk er ekki að skilja litt eftir í dag. 100 kílóin fara upp. 2 hvít, góð og gill lyfta. Næst á Guðný Ásta verða gill líka, 3 hvít ljós. Næst á palli 1 er Hildur Sessel Aðalsteinsdóttir með 100 kíló. Næst á palli 2 er Kolbrún Katla Jónsdóttir. Hún ætlar í 182,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1, 100 kíló. Ríkilega samfærandi hjá henni Hildi. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Kolbrúnu Kötlu. 3 hvít ljós á Hildi. Kolbrún Katla ætlar að reyna 182,5 kíló. Næst á palli 1 er Birna Ómarsdóttir. Hún ætlar í 105 kíló. Kolbrún heldur áfram að lyfta hratt og hratt lyftir hún. 182,5 kíló, glæsilegt, góð og gild. 105 kílóin eru klár fyrir Birnu Ómarsdóttur á palli 1. Stöngin er klár á palli 1, 105 kíló. Palli 2, við fáum 77,5 kíló á stöngina fyrir Margréti Valdemarsdóttur. Stangamenn á palli 2. Það þarf að hreinsa stöngina á milli allra lyfta í þriðju umferð. Aðeins og þungt fyrir Birnu í dag. Engu síður flottur dagur hjá henni. Og við fáum á palli 110 kíló á stöngina. Það er hún Brynhildur Lilja Björnsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Hanna Jóna hefur nýlokið bustunanámskeiði Colgate og ætlar hér að busta af sinni alkunnu snild. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Margréti Valdemarsdóttur. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Brynhildi Lilju Björnsdóttur. Þrjú hvít ljós og Brynhildi, ríkilega flott lyfta á henni.
á palli 1 næst hún Dagmar Agnarsdóttir, hún ætlar að lyfta 115 kílóum. Smá tæknigalli hjá henni Margréti og missi stöngina þess fram og það telst til að vera sig því miður. Styrkurinn þarna, aðeins bara hreins úr tæknina. Andarún Beck Kæfudóttir ætlar á palli 2 í 100 kíló næst. Hún búin að reyna með einu svona aður, fór aðeins út úr grúinu þá, en ég held hún eigi þetta alveg fullkomlega inni. Stöngin klár á palli 1 fyrir Dagmar Agnarsdóttur. Stöngin klár á palli 2 fyrir Anitu Rún Beck Kæfudóttir. Dagmar hleypur út af, 3 hvít ljós þar, dansar líka með stöngina og næst á pall. Lítið vantaði upp á Anitu, en því miður fór ekki upp í dag. Signý Vala Sveinsdóttir næst á palli 1 með 120 kíló, Sigríður Áshildur Andersen næst á palli 2 með 110 kíló. Stangamenn dagsins eru allir kittaðar af SBD á Íslandi sem ákveða að styrkja mótið. Stöngin klár á palli 1 fyrir Signý Völu, 120 kíló. Síðasta lyfta dagsins, ekkert eftir. Og hún skildi ekkert eftir, það er nokkuð ljóst. Hvað segja dómarar? Já, 2 hvít ljós. Hrikalega flott hjá henni og við fáum 100, stöngin klár á palli 2 fyrir Sigríði Andersen, 110 kíló. Á pall 1 fáum við næst 120 kíló, það er Sigríður Sigurjónsdóttir sem ætlar að lyfta þeim. Já, ekki að spyrja þig. Og næsta pall 2 er Ólöf Rós Káradóttir með 120 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Sigríði Sigurjónsdóttur, 120 kíló. Ríkala flott hjá Sigríði, 120 kíló í flug upp, 3 hvít ljós. Næst á palli 1 er hún Heiðrún Frímannsdóttir. Hún ætlar að lyfta 122,5 kílóum. Stöngin klár á palli 2 fyrir Ólöfu Rós Káradóttur, 120 kíló. Stöngin klár á palli 1. Upp fyrir þetta hjá henni Ólöfu, 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 2 er hún Sunna Snædal Jónsdóttir, hún ætlar í 122,5 kíló. Sama þyngd og Heiðrún reynir við núna. Mér sýnist þetta vera 9 af 9 dagur hjá henni Heiðrúnu. Hvað segja dómarar? Heldur betur. 2 hvít ljós á hana. Ríkilega flottur árangur. Við fáum á pall 1 á stöngina 122,5 kíló fyrir Hrefnu Rósu Sætran. Á pall 2 er stöngin klár fyrir Sunnu Snædal Jónsdóttur, 122,5 kíló einnig. Stöngin klár á palli 2, Sunna Snædal. Stöngin klár á pall 1 fyrir Hrefnu Sætran. Minna keppundur á að fara ekki inn á pallin fyrir að sagt er stöngin klár. Og upp fóra hjá Sunnu, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt. Á pall 2 er það næst Kristín Jóhannesdóttir, hún ætlar í 125 kíló. Á palli 1 er næst 140 kíló á Guðrúnu Kristjánu Reynisdóttir. Hrefna Sætran sjálfsögðu með 3 hvít ljós. Leit mjög vel út hjá henni.
Stöngin er klára á palli 2 fyrir Kristínu Jóhannesdóttir. 125 kíló. Já, mjög góð barátta hjá pallur 1 er tilbúinn, stöngin er klára á palli 1 fyrir Guðrúnu Kristínu og 2 hvítt ljós á Kristínu, góð og gild lifta þar. Næst á pall 2 er Bríet Eiríksdóttir með 127,5 kíló. Það er svo þungt á Guðrúnu. Sem við fáum næst á stöngina 156 kíló á stöngina fyrir Ragnheiði K.R. Sigurðardóttur. Nú þegar búin að slá eitt met, á hverju ekki að slá annað. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Bríet Eiríksdóttur, 127,5 kíló. Herðu, ég þurfti dagatal til að mæla þessa maður. Þvílík önnurins lifta, 3 hvít ljós. Glæsilegt, stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnheiði K.R. Sigurðardóttur, 156 kíló, tilraun til Íslandsmet, Masters 1 kvenna og við fáum 140 kíló á stöngina á pall 2 fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur. Já. Ég held 160 að það fari í dag, ekki spurning. 3 hvítt ljós á Ragnheiði K.R. og við byrjum þá seinna hol á palli 1. Það er hann Jóhann Frímann Traustason sem ætlar að byrja þar í 70 kílóum. Og stöngin er klár. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Laufeyju Kristjánsdóttur, 140 kíló. Og upp fór hún. Hvað segja dómarar? Því miður. Þetta var nálægt. Vantaði þessu upp á. Davíð Mundar hér Ríksson á palli 1 af sína alkunnu snild. Og það er hún Sigríður Snorradóttir á palli 2 sem ætlar í 150 kílóin. Stöngin er klár á palli 1. 70 kíló fyrir Jóhann Frímann Traustason. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sigríður Snorradóttur. 3 hvít ljós á Jóhann á palli 1. Gísli Þór Viðarsson er næstur á palli 1 með 142,5 kíló. Ríkilega verklega lifta hjá henni Sigríði. Dómarar sáttu við það. Já, 3 hvít ljós, glæsilegt. Og við fáum 155 kíló á stöngina. Annað Íslandsmet á hann og Þórunni Brynju í dag. Pallur 1 er klár, stöngin er klár. Gísli Þór Viðarsson, 142,5 kíló. Pall 1. Flýgur upp hjá Gísla. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á kallinn. Ekki að spyrja þeim. Þórun.
Annað Íslandsmet, stöngin klár. Mæri ykkur 150 kíló. 155 kíló, afsakið. Koma Þórunn! Stöngin klár á pall 1 fyrir eigin Fannar Unnarsson, 155 kíló. Aðeins og þungt í dag á Þórunni. Þetta var búið að ganga allt og vel hjá henni. Og við fáum næst 172,5 kíló á stöngin á palli 2 fyrir Guðni Ástu. Á palli 1. Guðni Ásta Snorradóttir ætlaðist að reyna við Íslandsmet á palli 2. 172,5 kíló. Hrikalegt. Og Reginn Fannar Unnarsson, hann ætlar að lyfta 150 kílóum. 155 kílóum á... Hann er búinn. Þannig að næstur er Andri Fannar Ottosson. Hei. Það er á. Nei. Já, I know. Stöngin klár fyrir Andra Fannar Ottosson. Stöngin klár fyrir Guðni Ástu Snorradóttur. Tilraun til Íslandsmet, 84 kílóa flokk, Masters 2. Hún er heldur betur með að rífa upp þyngdina hér í dag. Og ég gerum ráð fyrir minna að halda því áfram. 3 hvít ljós á Andra Fannar Ottosson. Já, ekki að spyrja hjá Guðni. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jón Bergmann Heimisson, 170 kíló. Næstur á palli 2 er Kolbrún Katla Jónsdóttir og hún ætlar í 195 kíló. Hún er búin að lyfta mjög hratt í dag. Sjáum hvernig þetta flýgur ekki upp hjá henni. Það leit mjög vel út hjá Jóni. Segja dómarar, 3 hvít ljós á kallinn. Heldur betur. Næstur er Vilhjálmur Reyr Þórhaldsson með 175 kíló á palli 1. Og þá er það síðasta lyftan í fyrra holli á palli 2. 195 kíló. Anna Jóna heldur betur bust á stöngina. Þetta er Colgate bustun. Og stöngin klár fyrir Kolbrúnni. Stöngin klár fyrir Vilhjálm Reyr Þórhaldsson. 175 kíló á Vilhjálm, 195 kíló á Kolbrúnnu. Uppferða hjá Vilhjálmi, 175 kílóin. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Og upp flýgur það hjá Kolbrúnnu. Hvað segja dómarar við því? Já, 2 hvít, það er ekki meir í dag. Glæsilegt á Kolbrúnnu. Erling Tom Erlingsson er næstur á palli 1 með 190 kíló. Við hefum þá Kallahól á palli 2. Þar opnar Eiríkur Benedikts með 145 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Erling Tom Erlingsson, 190 kíló. Erling lyftir að miklu öryggi. Uppskýrar 3 hvít ljós. Sjáum hvað setur. Og stöngin klár á palli 1 fyrir Prins, 200 kíló. Gilbert Prins Gjama, 200 kíló. Stöngin klár. Stöngin klár á palli 2 fyrir Eirík Benedikts. Gilbert er búinn að lyfta létt í allan dag og fer ekkert að gera neitt annað núna. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Uppfórun hjá Eiríki en smá teknikalli á lyftunni. Hann hefur fleiri tilraunir. Á pall 1 er næstur Gísli Álgeirsson
með 210 kíló. Á palli 2 næstur Ólafur Sveinsson með 150 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gísla Álgjesson. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólaf Sveinsson. Upp fyrir þetta hjá Gísla. Dómarar sáttir. Eru ekki alltaf sáttir, 3 hvít ljós. Næstur á pall 1 er Benedikt Björnsson, allan í 220 kíló. Flýgur alveg upp í Ólafi Sveinsinni, 150 kílóin. Næstur á pall 2 er Jens Eilis Kristjánsson með 180 kíló. 3 hvít ljós og Ólaf Sveinsson að sjálfsögðu. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Benedikt Björnsson, 220 kíló. Mjög samfærandi liftið af Benedikt. Og 3 hvít ljós að sjálfsögðu. Stöngin er klár fyrir Jens Eilis Kristjánsson, 180 kíló. Næstur á palli 1 er Guðbertur Jón Einarsson, hann ætlar að reyna við 220 kílóin. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðbert Jón. Og upp flýgur þetta hjá Janna. Þetta er sáttir, heldur betur 3 hvít ljós á Janna. 180 kílóin, næstur á palli 2 er Hörður Birkisson með sömu þyngd. Stöngin er klár á palli 2. Hörður Birkisson. 3 hvít ljós á Guðbert Jón Einarsson, glæsilegt hjá kallinum. Og Helgi Pálsson er næstur með 230 kíló. Hörður reynir hér með 180 kílóin. Alveg bara eins og raketta upp. 180 kíló, góð og gild fyrir Hörður Birkisson. Á næstur á palli 2 er Jóhann Tómas með 190 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Helga Pálsson. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Jóhann Tómas. Helgi lyftir af miklu öryggi, uppskipt fyrir það 3 hvít ljós. Og næstur á palli 1 er Jóhann Frímann Traustason með 80 kíló. Jóhann lyftir einnig af miklu öryggi, 3 hvít ljós á kallinn, sýnist það. Já, heldur betur. Og næstur á palli 2 er Sturla Ólafsson með 190 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sturla Ólafsson, 190 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóhann Frímann, 80 kíló. Ég held að það sé nú gott og gilt hjá hann og Jóhanni. Já, 3 hvít ljós á kallinn. Hann gefur í mínus 66 kíló á flokki Masters 4 sem er yfir 70. Sturla með sjálfsögðu líka 3 hvít ljós. Og á palli 1 er þá næstur Gísli Þór Viðarsson með 150 kíló. Á palli 2 er það Helgi Brím með 200 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gísla Þór Viðarsson. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Helga Brím. Það leit vel út hjá Helga. Dómarar sáttir. Heldur betur 3 hvít ljós.
Hvað gerir Gísli? Hann lyftir þessu bara. Hvað segja dómarar við því? Já, 3 gull ljós á kallinn. Og á næstur þá á palli 1 er Reginn Fannar Unnarsson með 170 kg. Á palli 2 er Gunnar Pálmi Snorrason sem ætlar í 210 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Gunnar Pálma. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Reginn Fannar. Það leit mjög vel út á Gunnari. 3 hvitt, heldur betur. Næstur á palli 2 er Gunnar Ingi Ingvarsson með 225 kg. Reginn lyftir þessu að mikilli snild og þess að 3 hvitt ljós fyrir það. Næstur á palli 1 er Jón Bergmann Heimisson með 175 kg. Stöngin er klár á palli 1, stöngin er klár á palli 2. Jón Bergmann Heimisson með 175 kg, Gunnar Ingi Ingvarsson með 225 kg. Jón Bergmann lyftir þessu mjög samfærandi. 3 hvitt ljós á Jón Bergmann. Næstur á palli 1 er Andri Fannar Óttósson með 175 kg. Gunnar lyftir einnig af miklu öryggi. 3 hvitt ljós á kallinn. Næstur á palli 2 er Róbert Guðbrandsson með 230 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Óttósson. Stöngin er klár fyrir Róbert Guðbrandsson. Andri Fannar hífir þetta upp, fær 3 hvitt ljós. Næstur á palli 1 er Vilhjálmur Eir Þórðarsson með 180 kg. Eitthvað tölvört. Pallur 1 er klár, stöngin er klár á palli 1 fyrir Vilhjálmur Eir. Róbert Guðbrandsson með 3 hvitt ljós. Næstur á palli 2 Sebastian Dreyer með 252,5 kg. Það lítur mjög vel út á Vilhjálmur Eir. 3 hvitt ljós á kallinn. Næstur á palli 1 er Erling Tóm Erlingsson. Hann ætlar að lyfta 200 kg. Takk. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sebastian Dreyer. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Erling Tóm. Uppfórin hjá Erling, mjög flott lyfta. 3 hvitt ljós á kallinn. Næstur á palli 1 er Gísli Álgjursson með 215 kg. Uppflaug þetta hjá Sebastian, 252,5 kg. Heldur betur. Stöngin er klár fyrir Gísla Álgjursson, 215 kg. Palli 1. Næstur á palli 2 er Eiríkur Benedikts með 150 kg. Tók svona pásu eitthvað smá áðan, nú ætlar hann bara að fara beint upp með stöngina. Mjög samfærandi á Gísla Álgjörsinni og 3 hvitt ljós á kallinn. Næstur á palli 1 er Prins Gima með 230 kg.
Stöngin er klár á palli 1 fyrir Benedikt Björnsson, 240 kíló. Herru, núna hefur eitthvað farið úrskeiðis. Var ekki... Nei, herru. Það er eitthvað farið úrskeiðis hérna. Prins var að lyfta undan, það er að hoppa yfir. Já, ok. Stöngin er klár á palli 2 og við fáum 230 kíló stöngina fyrir Prins Gæma kraftfélaginu. Mjög samfærdi á honum Eiríki. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á hann. Koma svo Prins. Já. Ef hann fyrir ekki 250-60 þá verður ég eiginlega svektur. 3 hvítt ljós á Prins. Og eftir honum er Benedikt Björnsson með 240 kíló. Á palli 2 er Ólafur Sveinsson og hann ætlar í 170 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Benedikt Björnsson. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ólaf Sveinsson. Flaugal upp hjá Benedikt. Dómarar sáttir. 3 hvítt ljós á Benedikt. Næstur á palli 1 í Guðbjartur Jón Einarsson. Hann ætlar líka í 240 kílói. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðbjartur Jón Einarsson. Upp fyrir þetta hjá honum Ólafi og 3 hvítt ljós uppsker hann í kjölfarið. Við fáum 190 kíló á stöngina fyrir Jens Elís Kristinsson. Og Guðbjartur lyftir þessu miklum krafti og fær 3 hvítt ljós. Næstur eftir honum er Helgi Pálsson, hann ætlar einnig í 240 kílóin. Stöngin er klár fyrir Helga Pálsson. Stöngin er klár fyrir Jens Elís Kristinsson. Koma Jenni. Báðir lyfta þessu upp á nokkuð sama tíma og báðir fáir 3 hvítt ljós. Ríkilega flott. Á pall 1 er næstur Jóhann Frímann Traustason í 90 kíló og á palli 2 er það Hörður Birgisson með 195 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Hörð Birgisson, 195 kíló. Yfir ryksugumaður á palli 1 er Davíð. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Jón Frímann. Hann síðast að lyfta í dag. Kallinn hrikalegur í Master 4 flokki, fæddur 55. Og Hörður lyftir upp 195 kílóum. Dómar að gefa honum í staðinn 3 hvítt ljós. Næstur á plattform 2, eða palli 2, er hann Jóhann Tómas Sigursson. Hann ætlar í 200 kílóin. Jóhann á ekki erfiðleikum með sýndismið. Jú. Danni með nýta hvíta. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Jóhann Tómas. Og 3 hvítt ljós á Jóhann á palli 1.
Næstur eftir honum er Gísli Viðarsson, Gísli Þór Viðarsson með 160 kíló. Stöngin er klár fyrir Gísla Þór Viðarsson. Og Jóhann Tómas klárar 200 kílóin með 3 hvít ljós. Og við höldum 200 kílóm á stönginni á palli 2 og það er Sturla Ólafsson sem ætlar að lyfta þeim. Stöngin er klár fyrir Sturlu. Þetta fór upp hjá hann Gísla. 2 hvít, glæsilegt, góð og gild lyfta. Og næstur á palli 1 er Jón Bergmann Heimisson með 182,5 kíló. Þetta fór vel og hratt upp hjá Sturlu og það er þá 3 hvít ljós á kallinn. Og við fáum 213 kíló á stöngina. Og það er tilnefnt til Íslandsmet í Masters 3 flokki kalla. Helgi Brím ætlar að lyfta þeim. 93 kíló á flokki. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jón Bergmann Heimisson, 182,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Helga Brím, 213 kíló. Koma Íslandsmet á kallinn í dag. Bara grip and rip hjá Helga. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít, glæsilegt. Sama Jóni Bergmanni. Og palli 1 næstur er Egin Fannar Unarsson með 190 kíló. Og palli 2 næstur er Gunnar Pálmi Snorrason með 220 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Egin Fannar, 190 kíló. Stöngin er klár fyrir Gunnar Pálmar Snorrason, 220 kíló. 3 hvít ljós og Egin Fannar á palli 1. Næstur á palli 1 er Andri Fannar Ottosson með 190 kíló. Þetta flýgur vel upp hjá Gunnari Pálma. Hvað segja dómarar við þessu? Stöngin er klár á palli 1 er Andra Fannar Ottosson. Gunnar Pálmi með 3 hvít ljós. Næstur á palli 2 er Gunnar Ingi Ingvarsson með 227,5 kíló. Þetta flýgur vel upp hjá Andra Fannari. 3 hvít ljós og Andra Fannar, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Vilhjálmur Rey Þórólfsson með 192,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Gunnar Inga Ingvarsson, 227,5 kíló. Pallur 1 er klár fyrir Vilhjálm Rey Þórólfsson, 192,5 kíló. Stanginnar eru klárar, drengir. Vilhjálmur gleymdi aðalreglunni, það er aldrei hægt að toga. Segir svona, því miður afslátt í dag. Gunnar Ingi er eitthvað upptekinn grannlega. Ok, þá verðum við bara að bíða eftir að klukkan klárist. Á pall 1 þá ætlum við að fá 230 kíló. Það er hann Gísli Álgjesson sem ætlar að lyfta þeim. Og við fáum á stöngina á palli 2
255 kíló fyrir fyrir hann hérna Róbert Guðmundsson segi. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gísla Álgeirsson. Já, þarna var ekki hægt að toga. Hrikalega flott á Gísla. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvítt ljós á kallinn. Hrikalega flott í honum. Guðbjartur Jón Einarsson er næstur á palli 1 með 245 kíló. Róbert lyfti 230 kílóum þokkalega auðveldlega og nú ætlar hann í 255 kíló. Stöngin er klár fyrir Róbert, 255 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Guðbjartur Jón Einarsson, 245 kíló. Róbert flengir þessu upp. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós. Hvað gerir Guðbjartur? Þetta hefslu munnin á Guðbjarti og við fáum þá næst á stöngina 250 kíló fyrir Gilbert Prins Gjama á palli 1. Á palli 2 er það 265 kíló fyrir Sebastian Dreyer. Prins lyfti 200, 230 mjög auðveldlega og stöngin er klár fyrir hann núna í 250. Ég verð fyrir vonbrigðum með þetta flýgur ekki upp í kallinum. Kom svo. Prins hefði farið 260 auðveldlega, eins og ég sagði, stöngin er klár fyrir Sebastian. 265 kíló. Og næstur er Helgi Pálsson með 250 kíló á palli 1. Stöngin er klár fyrir Helga. 250 kíló, koma svo. Klikkaði eitthvað greipinn hjá Sebastian og klikkaði eitthvað power hjá Helga, því miður. Svona er það, báðar ógildar. Því miður, við fáum þá 260,5 kíló fyrir Benedikt Björnsson á palli 1 og á palli 2 er það 170 kíló fyrir Erik Benedikts. Ég þarf að busta og busta og busta og busta, þetta er eins og að tala henni. 9 af hverjum 10 tannlæknum mæla með því að busta stöngina vel í 3. umferð. Og stöngin er klár fyrir Benedikt Björnsson, 260,5 kíló. Þetta er Íslandsmet. Hann ætlar að toga þetta, stöngin er klár fyrir Erik Benedikts, 170 kíló.
Upp fór hún. Og upp fór hún. Hvað segja dómarar? Því miður. Smá fór aðeins niður hjá henni Benediktið. Svona er þetta. Eiríkur aftur á myndi. 3 hvít. Glæsilegt á kallinum. Þar með líkur keppni á palli 1. Og pallur 2 tekur við sem keppnispallurinn. Og það er Ólafur Sveinsson næstur með 180 kíló. Nei. Ég er bara ekkert klár. Stöngin. Stöngin er klár fyrir Ólaf Sveinsson. Hann er búinn að vera með hrikalega flottan leikinn í dag. Búinn að vera í andakallinn og er núna að gera sig geggjaðan fíling í. Koma svo, 180 kíló. Hann er fæddur 62, keppir í Masters 3, 83 kíló flokki. Og upp fór þetta. Hvað segja dómarar? Þetta er fólk í þessum heimi sem heldur maður að vera aumur þegar maður er gamall. En það er ekki Ólafur. Glæsilegt. 2 hvít ljós. Góð og gill lyfta. Og næstur er Jens Elís Kristinsson. Hann ætlar í 202,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Jens Elís Kristinsson. Koma Jenni. Síðasta lyfta dagsins. Já, já. Móður bróður minn hana, hrikalur, hvað segja dóma við þessu? Já, 2 hvít, það er ekki meira. Okkar með fyrir vindil í kvöld, grunna mig. Og næstur er þá Hörður Birkisson, 205 kíló. Stöngin er klár. 205 kíló. Fyrir Hörð Birkisson. Hann er fæddur 58, hann er 74 kíló og fokking ógeðslega sterkur. Og hann ætlar Íslandsmet 205 kíló. Stigurlíkinn dans. Engu sigur, hrikalega flottur í dag og ganga vel hjá kallinum. Við ætlum að fá 210 kíló stöngina og það er hann Jóhann Tómas Sigurðsson sem ætlar að lyfta þeim. Hann er í mínus 93 kíló flokki kalla, Masters 2. Stöngin er klár
fyrir Jóhann Tómas Sigurðsson. Já, mjög vel valið tilraun. Eitthvað inni hana held ég meira þess að. 3 hvít ljós, glæsilegt. Og þá næstur það hann Helgi Brím. Hann ætlar í 218 kíló. Það að sjálfsögðu Íslandsmet, eins og með alla svona skrítna tölur. Ekki hægt að deila þeim með 2,5 og þá það, segja þessi sjálft, þessi Íslandsmet. Svo náttúrulega má slá met sem alveg hægt að deila með 2,5. Ég bara veit ekki að þeim. Og stöngin klár fyrir Helga Brím. 218 kíló. Koma Helgi! Já, ekki að spyrja þig. Upp flaug hún. Allir sáttir, 3 hvít ljós. Vel að þessu komin og við fáum þá næst 220 kíló stöngina. Það Sturla Ólafsson. Stulli ætlar að reyna við þau. Hann í 105 kíló á flokki kalla, Masters 2. Og stöngin klár fyrir Sturlu Ólafsson. 220 kíló. Koma Stulli. Vá! Uppferðaði á Stulla. Og 3 hvít ljós á kallinn. Hann vanur ljósvonum með að hann frekar tannaði kallinn. En já, við ætlum í 240 kíló. Gunnar Pálmi Snorrason, hann mættur til að lyfta þeim. Svona með við býðum, segja ykkur það alltaf í 3. umferð, þá stöngin bustuð á milli umferða til að tryggja að allir keppendur hafi aðgang að jafn góðu gripi. Og og þá stöngin klár. Þá lítið annað en að lyfta þessu, koma svo Gunnar Pálmi, 240 kíló. Allt í þetta. Koma! Já, tekið á hörkunni upp, heldur betur. Hún átti aldrei breyk stöngin. Hvað segja dómarar? 3 hvít, glæsilegt. Og þá næstur Gunnar Ingi Ingvarsson. Hann biður 255 kíló. Kom ekki fram í aðra tilraun. Hver veit hvað hann gerir núna. Þetta eitthvað svona Emil Norling power move. Við að minnsta kosti bustum stöngina. Og
Læðist það með svona grunur að hann Gunnar Ingi sé hættu keppni. Stöngin klár, en við látum þá bara klukkuna líða. Svo ég var að segja áðan, SBD styrt okkur nokkuð sett hérna af fötum. Stangamenn og svona, allir hrikalega flottir í dressinu. Það gott að vera með svona góðan stuðningsaðila. Og hérna erum við hérna með 2 módel, Róbert Vitteger, Hönnu Jónu og Mugg Ólafsson. Að sýna nýjan fatnað. Þannig að þetta er búið að ganga mjög vel í okkur í dag. Það er náttúrulega ekki venjan að það séu 2 pallar á mótum. En það eru 100 keppendur skráðir. Þannig að þetta er dagur 1 af 2. Á morgun þurfum við að taka hina 50. Og hérna, það er bara gaman að sjá hvað er mikill uppgangur í íþróttinni. Hvað eru margir sem eru tilbúin að taka þátt í þessu með okkur. Og þá riðnur út tíminn og við fáum á stöngina 265 kíló fyrir Sebastian Dreyer. Og stöngin er klár fyrir Sebastian Dreyer, 265 kíló. Koma! Koma svo! Þá bara spenna beltið og fljúa. Já, upp er hún. Sebastian er á 2 hvít ljós, heldur betur. Það er ein lift eftir. Og það er þá 277,5 kíló stöngina fyrir Róbert Guðbrandsson. Einn eftir. Eins og þið sáuð þá var Sebastian ekki sáttur við þetta, djók. Og við þá 277,5 kíló stöngina. Ef ég er að reikna rétt, sem ég er alveg örugglega ekki að gera, þá held ég að þetta duga honum upp í fyrsta sæti í flokknum. Ekki, það dugir ekki einu sinni. Já, ok. Ja, þá var bara að klára þetta helviti. Það er að busta stöngina hérna. Og í síðasta skipti í dag, stöngin er klár fyrir Róbert Guðbrandsson. Hefði nátt að halda í stöngina mínum að því að sleppa henni svona. Nei, svona er það. Herru, þá ætlum við að veita velun fyrir þá flokka sem voru kláraðir í dag. En ekki fyrir stigakeppnina, það verður gert á morgun því miður. Þannig að við ætlum að taka saman þá flokka sem keppti í dag yfir hérna tölvumaður, Róbert Kjaran, ætlar að reikna þið út stigin, gefi okkur svona 5-10.
ATH, allir öldungar eru búnir, þannig að það eru bara juniorar á morgun, því getum við veitt stigabikarinn öldungamegin. Jæja, herru, þá ætlum við að fara að veita verðlaun og ég væri bara til að fá alla keppendur til að koma bara upp á svið, standa bara bak við plattformana eða pallana, öll saman, 50 manns, við sjáum hvað við komum mörgum allan á minnsta kosti. Herru, já. Allir á bættu. Og hvernig ég lesa út úr fucking. Við erum hvenna megin, minnsta kosti. 1 og 3. Spjöldin, Já, ég. fylgja þú, Já. þú, já. Já, formaðurinn. En stjarnan á það. Eins og þið sjáuð, ekkert smá magna fólki sem keppti hér í dag, allir hrikalega flottir. Líkist svarthóli þarna í horninu þar sem kraftfélagi er, mikið af fólki.
Ég skýt þeim skilabóðum líka til öldunga sem að geta á morgun að vera mjög gott að fá smá hjálp. Okkur vantar eitthvað á stangamunum. Svo við getum gert það sama á morgun. Eru þið ready? Arna? Hvað er Arna? Þú ready? Já, en Arna? Herru, þú ætlar að hendur svo fólk. Herru, já, ok, við skulum byrja bara hvenna megin. Og þar í 57 kíló flokki, Master 1, í fyrsta sæti er hún með 245 kíló í tótal, Hildur Sesselja Aðarsteinsdóttir. Keppi fyrir -57, Master 1. Já, herru, þú skelliði bara upp á ásinn. Það er svolítið mikið af peningum við erum að vinna í að finna þetta, þannig að meðan þá getur þú tekið nokkra pósur. Ha? Eitt. Getið þið aðstofað eða eitthvað? Herru, við erum komin með heila nefnd í þetta. Bingo! Og við bara óskum minni kærlega til hamingju með árangurinn. Núna er endurklukku 4:57. Og þá... Er hún með villisa? Já. Og nú erum við fyrir 4. Nú ætlum við í -57 kíló flokki, öldungaflokki 4. Þar með 237,5 kíló, fyrsta sæti, Dagmar Agnarsdóttir. Og þá ætlum við -63 kíló flokk, Masters 1. Og þar í öðru sæti með 225 kíló í samanlögðu, Ingunn Jónsdóttir. Og í fyrsta sæti, í Masters 1, 63 kíló flokki kvenna, með 374 kíló í samanlögðu, Ragnheiður K.R. Sigurðardóttir. Þetta eru alvöru pallar sem eru með, fólki er þarna í háloftunum. Gefum gott klapp, já. Og þá ætlum við -69 kíló flokk, Masters 1. Og þar í fyrsta sæti með 307,5 kíló í samanlögðu, Guðrún Kristjána Reynisdóttir. Hamingju með þetta. Og þá ætlum við í -76 kíló flokk, Masters 1, ja, öldungaflokk 1. Þar með 290 kíló í samanlögðu, í öðru sæti, Signý Vala Sveinsdóttir. Þetta er silfur. Þetta er silfur, þannig að þið eru ekki að horfa á gullpenningana. Þetta er -76, Masters 1, silfur. Já, ég veit það. Þetta er bara svo skemmtilegt svona að leita. Það er ekki hérna. Hérna, út af þetta. Nei, ekki gullið, silfrið. Passaði blöði. Glæsilegt. Og þá í sama þyngdarflokki, -76 kíló flokki, Masters 1,
300 kíló í samanlöðu. Fyrsta sæti Hrefna Rósa Jónsdóttir Sætran. Góð klapp. Og þá ætlum við í mínus 76 kíló flokk Masters 3. Þar í fyrsta sæti með 315 kíló í samanlöðu Elsa Pálsdóttir. Ríkali. Og það er við þau, já. Það er hann á mynd. Og einnig hefur ekki búin að tjekka þá var Elsa hrikalega flott í kastljósinu hérna daginn. Sýna okkur það að maður getur lyft á hvaða aldri sem er. Og þá ætlum við í 84 kílóa flokk Masters kvenna Master 1. Og það er í þriðja sæti með 225 kíló í samanlöðu Birna Ómarsdóttir. Og í öðru sæti, Masters 1, mínus 84 kíló á flokki með 262,5 kíló í samanlöðu, Brynhildur Lilja Björnsdóttir. Og fyrsta sæti með 280 kíló í samanlöðu í 84 kíló á flokki Masters 1, Heiðrún Frímannsdóttir. Ríkalegar. Glæsilegar. Og þá förum við í 84 kílóa plus kvenna og þar í öðru sæti með 207,5 kíló í samanlöðu Helena Björk Rúnarsdóttir. Og í fyrsta sæti með 250 kíló í samanlöðu Sigríður Sigurjónsdóttir. Glæsilegt. Nú ætti mér þetta hljóma svolítið eins og ég kunni ekki að telja eða eitthvað svolítið, en þetta kemur hérna að, nú erum við að fara niður aftur flokk, mínus 52 kíló flokk, Masters 2 kvenna og þar í fyrsta sæti með 177,5 kíló í samanlöðu Margrét Valdemarsdóttir. Ríkali. Og þá förum við í mínus 69 kíló flokk Masters 2 og þar í öðru sæti, í fyrsta sæti afsakið með 265 kíló í samanlöðu Sigríður Ásthildur Andersen. Anna, gull. Ríkaleg. Og þá förum við í mínus 76 kíló flokk kvenna Masters 2. Þar með 250 kíló í samanlöðu. Held ég. Jú. Þriðja sæti í þeim flokki er Sunna Snædal Jónsdóttir. Og í öðru sæti með 277,5 kíló í samanlöðu Ólöf Rós Káradóttir, mínus 76, Masters 2.
Og í fyrsta sæti í mínus 76 kílóa flokki kvenna Masters 2, 351 kíló í samanlögu, Sigríður Snorradóttir. Glæsilegar. Og þá ætlum við í mínus 84 kílóa flokk Master 2 og þar í fyrsta sæti með 375,5 kíló í samanlögu, Þórunn Brynja Jónasdóttir. Glæsileg. Og við fyrir þá í 84 kílóa plus með Master 2 og það þar í öðru sæti með 265 kíló í samanlögu, Kristín Jóhannesdóttir. Og í fyrsta sæti í 84 plus Master 2 með 445 kíló í samanlögu, Guðný Ásta Snorradóttir. Og þá ætla ég að gefa stigabikarinn kvenna megin. Það er þetta hæstu stig öldunga kvenna og nú þarf að fara í lottóið með, er þetta fyrir hvert flokk eða? Þetta er fyrir hvert flokk, þú ert bara með. Er það ekki venja? Má ég ekki bara gera veluna sem við ætla? Jæja, herru, við tökum þetta bara eftir, meðan við byrjum bara á medaljónum. Þið er hvað sem þurfa að standa inn allan tíman. Þannig að, við skulum bara byrja þá hérna, kalla megin. Mínus 66 kíló á flokki, Master 4, 215 kíló í samanlögu, engin annar en Jóhann Frímann Traustason. Og þá bara höldu áfram niður listan í mínus 93 kíló á flokki karla Master 1. Þar eru við með í öðru sæti með 470 kíló í samanlögu, Andri Fannar Ottosson. Og í fyrsta sæti með 605 kíló í samanlögu, 93 kíló á Master 1, Benedikt Björnsson. Við ætlum í 105 Master 1. Glæsilegir og þá höldum við áfram, förum í 105 kíló Master 1. Þar í öðru sæti með 465 kíló í samanlögu, Jón Bergmann Heimisson. Og í fyrsta sæti 105 kíló Master 1 með 592,5 kíló í samanlögu, Gilbert Prins Gæma. Glæsilegir. Og þá förum við fjölmennasta flokkin í dag. Og það er mínus 120 kílóa flokku kalla Master 1. Þar í þriðja sæti með 537,5 kíló í samanlögu, Erling Tom Erlingsson.
Og í öðru sæti með 575 kíló samanlöðu Gísli Álgeirsson. Og fyrsta sæti með 612,5 kíló í samanlöðu, mínus 120 kíló á flokki Masters 1, Helgi Pálsson. Glæsilegir. Já, nefnum ykkur. Nei. Og þá fyrir við í plus 120 kíló flokk kalla, Master 1. Þar í þriðja sæti með 365 kíló í samanlöðu Gísli Þór Viðarsson. Og annars sæti með 415 kíló í samanlöðu Reginn Fannar Unarsson. Fyrsta sætið með 572,5 kíló í samanlöðu Guðbertur Jón Einarsson. Og við haldið þessi hættur. Herru, það er þá mínus 74 kíló flokkur Master 3 og þar með 470 kíló í samanlöðu Hörður Birkisson. Ríkalegur. Og þá fyrir við í mínus 83 kíló Master 2 og þar með 397,5 kíló í samanlöðu Eiríkur Benedikts. Og fólk þarf að ná mynd. Flott. Og í mínus 83 kíló flokki Master 3 með 472,5 kíló í samanlöðu Ólafur Sveinsson. Ríkalegur kallinn og þá ætlum við í 93 kíló flokk Master 2 og þar með 527,5 kíló í samanlöðu Jóhann Tómas Sigursson. Og þá fyrir við í mínus 93 kíló flokk Master 3, þar með 508 kíló í samanlöðu Helgi Brím. Og þá fyrir við í 105 kíló flokk Master 2, þar með 522,5 kíló í samanlöðu Sturla Ólafsson. Og með 105 kíló Master 3 í samanlöðu þar 475 kíló Jens Elís Kristinsson. Takk. Takk. Og þar með líkur þessum velunum og þá ætlum við í byggarana. Betur, er ég að missa einhverjum? Já, mínus 120 öldungaflokkur 3. Betur, það var Jens. Jens, hvað ertu með hálsinn? Já, mætti ekki. Já, einmitt. Já, ok, hann mætti ekki. Já. Hæ? Ertu ekki mínus 120? Nei. Ok, það mættir ekki. Þá eru allir sáttir. Og þá förum við í Master 4
kvenna, stigasti keppandi með 56,26 stig, Dagmar Agnarsdóttir. Master 3, stigasti keppandi, Elsa Pálsdóttir með 62,64 stig. Og Master 2 með 77,50 stig, Guðný Ásta Snorradóttir. Og Master 1 og jafnframt stigasti keppandi í meistaraflokki overall með 81,91 stig, Ragnheiður KR Sigurðardóttir. Og þá fyrir við kalla megin og það er Master 4 með 33,68 stig, Jóhann Frímann Traustason. Og í Master 3 Hörður Birgisson með 69,39 stig. Og í Master 2 með 70,48 stig, Jóhann Tómas. Og þá með 79,69 stig, stigastur öldunga í dag, kalla megin Benedikt Björnsson. Glæsilegur. Og þar með lýkur bara öldungahlutunum í dag. Nei, tökum við þetta á morgun. Junior. Já, við ekki taka á morgun. Ok, herru, við skýrst við ætlum að taka unglingaflokkin líka. Já, ok. Og þá bara enda svo sem rétt fólk fyrir ekki mæta aftur til að hlusta á mig tala. Það ætla bara að hlusta, ætla bara að mæta eftir að hjálpa mér á morgun. Þannig að við finnum þá bara í kvennaflokk í mínus 63 kg flokki junior með 240 kg í samanlöðu, Aníta Rún Beck Kæjudóttir. Lukum með þetta. Og þá höldum við áfram og við förum í mínus 84 kg flokk junior og þar með 272,5 kg í samanlöðu, Bríett Eiríksdóttir. Lágmark að skella gull á manneskjuna. Og þá í 84 kg plus kvenna með 500,5 í samanlöðu, Kolbrún Katla Jónsdóttir. Glæsileg.
og það var bara 1 junior flokkur kallamegin og það var mínus 120 kíló flokkur junior og þar í 3. sæti með 595 kíló í samanlöðu Gunnar Pálmi Snorrason. Og í öðru sæti með 687,5 kíló í samanlöðu Róbert Guðbrandsson. Og með stórleik í 1. sæti 720 kíló í samanlöðu Sebastian Dreyer. Og þar með lýkur verðlaunaafhendingu í dag og mótinu í dag. Á morgun ætlum við að byrja klukkan 12. Byrja keppni 12 á morgun. Og ef einhver getur hjálpa okkur að taka til í uppbytunarsalnum, þá verða mjög vel þegið. Forseta þess að við getum haldið þessi mót, það hjálpist nú allir að og sé nú allt í blóma, þannig að ef þið getur komið inn í sal og hjálpa okkur að taka til, mjög vel þegið. Takk fyrir í dag, ég er Aron Friðrik, mótstjóri og formaður lyftingadeildar Stjörnunnar.